599. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn þriðjudaginn 17. nóvember 2020 klukkan 17 er hér með settur. Fundurinn er rafrænn og á hann eru mættir bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Margrét Sanders, Jóhann Friðrik Friðriksson, Díana Hilmarsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Margrét Þórarinsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir og Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni. Það eru 3 mál á dagskrá fundarins en þau eru Númer 1 fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 12. nóvember, Númer 2 fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 6. nóvember og Númer 3 fundargerð lýðheilsuráðs frá 13. nóvember. Þá tökum við á dagskrá fyrsta mál sem eru fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 12. nóvember. En áður en ég gef orðið laust fundargerðirnar, þá vil ég gera greitt verði sérstaklega atkvæði mál númer 3 úr fundargerð bæjarráðs frá 5. nóvember sem er brunavarnaráætlun Brunavarna Suðurnesja. Og ef enginn hreyfir andmæli við því þá gef ég orðið laust. Gerið svo vel. Orðið er laust. Margrét Sanders, gerið svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég kem með bókun og tillögu undir máli 6 og það er 1294. fundur bæjarráðs frá 12. nóvember, jólagjafi til starfsmanna. Það var minnisblað sem kom frá bæjarstjóra og tillaga að hækka jólagjafir til starfsmanna Reykjanesbæjar 20% og þær eru í formi gjafabréfa sem á að nýta hjá fyrirtækjum og þjónustaðilum í betri bæ, hérna í Reykjanesbæ, sem er mjög jákvæð og auk sundkorts. Og þessi tillaga meirihlutans bæjarstjóra og þessi tillaga var 20% hækkun á jólagjafaupphæðinni var samþykkt af meirihlutanum en við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sátum hjá. Okkur langar til þess að vera með bókun undir þessu máli og vera einnig með tillögu. Og með leyfi forseta þá les ég upp bókunina og hún hefur þegar verið send rafrænt til ritara. Ég var aðeins að velta fyrir mér varðandi tillöguna. Það er svolítið óþægilegt fyrir þig að ég geti náttúrulega hent henni bara upp á Teams ef að það er. En bókunin er sem sagt svona: Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ leggjast alfarið á móti 20% hækkun jólagjafar til starfsfólks bæjarins eins og meirihlutinn samþykkt í bæjarráði. Í ljósi þess að 1 af hverjum rúmlega 4 einstaklingum á atvinnumarkaði í sveitarfélaginu eru án atvinnu og fjárhagslegra erfiðleika í heild hjá sveitarfélaginu, teljum við þessa hækkun taktlausa. Jólagjöfin er í formi gjafabréfs til að nýta hjá fyrirtækjum og þjónustaðilum í betri bæ hér í Reykjanesbæ. Til að þessi 20% hækkun á gjafabréfum renni til þeirra sem eiga í erfiðleikum með að ná endum saman. Velferðarsviðið fái þessa upphæð til að úthluta til þeirra sem mest þurfa á gjafabréfinu að halda. Og þá leggjum við fram sérstaklega þá, af því að þetta er bókun, tillögu og hún hljóðar svo, sem sagt bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ leggja fram eftirfarandi tillögu. Við leggjum til að sú áætlaða 20% hækkun á jólagjöfum til starfsmanna í formi gjafabréfa renni til þeirra sem eiga í erfiðleikum með að ná endum saman. Velferðarsviðið fái þessa upphæð til að úthluta til þeirra sem mest þurfa á gjafabréfinu að halda. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Baldur Guðmundsson og Anna Sigríður Jóhannesdóttir. Ég loki máli mínu. Takk fyrir það, Margrét.
einhver annar sem að kveði sér ljós? Ég held að forseti leggi það til á þessum tímapunkti að það verði gert hlé á fundinum vegna þessara tillögu. Við í meiri hlutanum erum að heyra þessa tillögu núna í fyrsta skipti og ég tel eðlilegt að við fáum að ráðum okkar áður en að lengra er haldið. Þannig ég óska eftir því við ritara að upptöku hún verði stöðvuð rétt á meðan að við tökum okkur smá hlé. Ágætu bæjarfulltrúar, þá eru fundið framhaldið og Margrét Þórarinsdóttir hefur beðið orðið. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, bæjarfulltrúi Miðflokksins styður þessa framkomnu tillögu. Með henni er verið að koma til móts við fjölda fólk sem reiðar sig á fjárhagsaðstoð Reykjanesbæjar. Þessi tillaga er mikið réttlætismál fyrir þetta fólk og ég óska að þetta verði bókað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Margrét. Þá myndi ég vilja ágæti ritari biðja þig að varpa tillögunni, framkominni tillögu upp á skjáinn. Því að forseti hefur hann ekki, getur þar af leiðandi ekki lesað hana. En við þurfum að greiða atkvæði þessa tillögu. Og það væri ágætt ef að ritari geti varpa tillögunni á skjáinn eða sá sem að flutti tillöguna. Hrefna, viltu að ég geri það eða mynd þú gera það? Ég að setja hann hérna upp? Fyrirgefðu kannski bara áður en að ég sé að Gunnar Þórarinsson hefur beðið orðið. Það er kannski ágætt að gefa Gunnari orðið áður en að til að hann fer á skjáinn. Gunnar gerir svo vel. Þakka þér. Ég nú bara veltaði fyrir mig hversu umfangsmikið þetta er. Þarna er verið að tala 200 hækkun. Hversu margir er að þiggja þessa gjafir? Þetta eru 1000 starfsmenn, þetta eru cirka 2 milljónir. 2 milljónir, já. Það er talsverður peningur. Sjá. Guðbrandur, ég er líka búinn að biðja orðið, takk. Já, ég ætlaði að gefa þér orðið þegar ég var búinn að lesa upp tillöguna. Ok, takk fyrir. Ég sett hana bara upp. Já, flottir. Já, takk fyrir þetta, Margrét. Þá er tillagan komin á skjáinn og hún er svohljóðandi. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ leggja fram eftirfarandi tillögu. Við leggjum til að svo áætlaða 20% hækkun á jólagjöfum til starfsmanna í formi gjafabréfa renni til þeirra sem eigi erfiðleikum með að ná endum saman. Velferðarsviðið fái þessa upphæð til að úthluta til þeirra sem mest þurfa á gjafabréfinu að halda. Undir þetta skrifa Margrét Sandnes, Baldur Guðmundsson og Anna Sigríður Jóhannesdóttir. Þá ber ég þessa tillögu undir fundinn til afgreiðslu. Og ég hafa hann uppi eða viltu að ég... Nei, þess þarf nú ekki, já hún má að vera upp. Þeir sem samþykkt geta þessa tillögu er beðin að gefa merki. Með því að rétta upp hendi. Það eru 5 sem samþykkja tillöguna sem eru þá Margrét Sandnes, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Gunnar Þórarinsson og Margrét Þórarinsdóttir. Þeir sem bara taka niður hendurnar aftur. Þeir sem greiða atkvæði gegn tillögunni eru beðin að gefa merki. Tillagan er felld með 6 atkvæðum gegn 5 og þá ætla ég að gefa Friðjóni einu sinni orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Um leið og ég greiði atkvæði gegn þessari tillögu þá langar mig að
leggjum fram eftirfarandi bókun fyrir hönd meirihlutans með leyfi forseta. Meirihlutinn hafnar framkominni tillögu enda er að ræða 5% hækkun á heildarvirði jólagjafar til starfsfólks. Starfsfólk bæjarins hefur unnið þrekvirki við erfiðar aðstæður og alls ekki boðlegt að tengja jólagjafir til starfsmanna við stöðu velferðarmála. Lögð hefur verið til veruleg hækkun til málaflokksins og væri frekari stuðningur við velferðarráð sjálfstæð ákvörðun. Það er sorglegt að verða vitni af lýðskrumi sem þessu og bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokks til háborinnar skammar. Undir þetta rita allur meirihluturinn 6 bæjarfulltrúar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta fyrir Jón. Jóhann Friðrik, hefur þú beðið orðið? Já, ég hef gert það, forseti. Gerðu svo vel, Jóhann. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég hef nú orðið vitni að ýmsu þó að minn stjórnmálaferill sé nú ekki langur. En að tengja jólagjafir starfsfólks við stöðu velferðarmála í sveitarfélaginu nær algjörlega nýjum botni að minni vitneskju. Ég ger mér fulla grein fyrir því að staða velferðarmála í sveitarfélaginu er þung og við höfum verið að leggjast öll á árarnar til þess að reyna að bæta úr. Ég ger mér líka grein fyrir því að staðan er erfið á vinnumarkaði og við erum öll að vinna sameiginlega að því að reyna að bæta þá stöðu. Við erum aftur á móti að ganga í gegnum fordæmalausa tíma og við höfum lagt alveg gríðarlega mikið á starfsfólk Reykjanesbæjar á þessum erfiðu tímum. Og 5% hækkun á jólagjöf er kannski örlítill þakklætisvottur til þeirra á þessum tímapunkti. Auðvitað er það þannig að sveitarfélagið hefur gengið í gegnum erfiða tíma áður og það er ekkert mörg ár síðan að allt slíkt eins og við tölum hér var skorið niður við nögl. Ég veit ekki hvað framtíðin ber í skauti sér en ég vil síður blanda þessum tveimur málum saman og tek þar af leiðandi heils hugar undir þessa bókun sem að meirihlutinn hefur lagt fram hér í dag. Við höfum aftur á móti unnið markvissa vinnu að því að reyna að koma saman fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og í þeirri vinnu hafa ekki komið fram neinar tillögur í takt við þessa frá minnihlutanum. Ég ætla að vona það að minnihlutinn sé búinn að ígrunda það vel hvernig og að hvaða hætti verður hægt að færa til fjármuni hjá sveitarfélaginu til þess að koma á móts við þá stöðu sem við blasir. Þessar tillögur hafa ekki komið fram enn, en það er enn tími til stefnu. Eins og Gunnar Þórarinsson bæjarfulltrúi kom inn á áðan, þá erum við að tala 2 milljónir og er að ræða 5% hækkun. Að leggja fram bókun sem þessa út af 5% hækkun á jólagjöfum sýnir mér bara raunveruleika firringu minnihlutans. Það sem að við blasir gríðarlegt tekjufall hjá sveitarfélaginu öllum líkindum og ekki síður verður erfitt fyrir okkur að ná endum saman á næstu árum. Ég myndi vilja byrja einhvers staðar annars staðar og mun leggja þær tillögur fram. En mér sýnist á öllu að við verðum að standa með okkar starfsfólki. Við munum gera það hér eftir sem hingað til og ég vænti þess að eiga góða samræður og góð samskipti við minnihlutann á komandi vikum varðandi fjárhagsáætlunina. En mér finnst ekki þessi bókun gefa tilefni til þess að vera mjög vongóður slíkt samstarf. Takk fyrir Jóhann Friðrik. Anna Sigríður Jóhannesdóttir. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Ég kem hérna undir sama máli og við erum búin að vera að ræða jólagjafir starfsmanna. Ég
ég ennþá jafn hissa yfir því að hvernig svona, samstarf eða ekki samstarf hjá meirihluta og minnihluta á að vera gott og uppbyggilegt og svona faglegt þegar maður einhvern veginn skammaður bara eins og lítill leikskólakrakki fyrir að bera saman einhverja upphæðir eða tengja þær við önnur svið og það alveg sama hvað það er. Ef ég hef verið að tala fræðslumál og bera saman Reykjanesbæ og Akureyri eða Reykjanesbæ og önnur sveitarfélög, þá það engan veginn boðlegt og það ekki nóg með að maður sé skammaður fyrir að koma með svona fáránlega tillögu að þá þetta, algjörlega skammarlegt og að við höfum náð botninum. Ég fór að velta fyrir mér, ekki bara best að hætta það bara í bæjarstjórn eftir tæplega 2 ár. En maður hefur náð botninum og það sé svo allt skammarlegt sem maður segir eða astnalegt eða ég veit ekki hvaða orðalag meirihlutinn hefur og talar þegar aðrir en þeir sjálfir koma með tillögur á einhvern hátt sem snýr að einhverju fjármagni eða tengja einhver svið saman. Þá það hreinlega bara út í hött, eins og þeir segja sjálfur í meirihlutanum. Og eins og aðrir bæjarfulltrúar hafa verið að nefna hér á undan. Og mér finnst ótrúlegt að það sé verið að tala að bæjarstarfsmenn hafa verið að leggja á sig mikla vinnu. Ég held bara að allir lagt á sig mikla vinnu og gert eins og það var bara mögulega að geta á þessu ári. Það var örugglega bara mjög margir oft erfitt hvort sem hafa starfið ekki, en það klárlega að íbúar í Reykjanesbæ sem ekki hafa störf eiga það erfiðara heldur en aðrir. Það bara klárt mál. Opinberir starfsmenn hafa haldið sinni vinnu og sínum launum allt þetta ár. Og það enginn að tala að þeir eru ekki lagt sig fram í starfi. Það enginn að tala það. Þess vegna er ég bara mjög hissa á viðbrögðum hjá meirihlutanum og ég bara sjálfsvegt varðandi hvernig samstarfið og verður bara varðandi svona, bara umtal hvort annað, hvort sem meirihluti eða minnihluti. Ég er bara jafn hissa á þið. Takk fyrir. Takk fyrir. Friðjón Einarsson. Nei, fyrirgefðu, Baldur Guðmundsson. Já, virðulegi forseti, takk fyrir og bæjarfulltrúar. Ef það maður nánast orðlaus yfir þessu, ef meirihlutanum finnst þetta ná miklu lægðum okkar bókun, þá held ég að þeir hafi ekki lesið sína bókun. Þar hjólað í mannin eins og hefur oft komið fyrir. Við erum að leggjast gegn ákvörðun sem var kynnt í bæjarráði sem við vorum ekki alveg sátt við. Í bæjarráði þá var ekki tími til að ræða þetta neitt frekar. Okkar sjónarmið bara þessu ekkert voða hátt hjá meirihlutanum í bæjarráði. En eftir þess að við sátum bara hjá, ræddum þetta við okkar hóp og niðurstaðan var að við lögðumst gegn þessari ákvörðun. Við erum ekkert að tala ykkur sem fólk í bæjarstjórn, ykkar persónur eða í hvaða flokki þið eruð. Við erum bara að tala þessa ákvörðun. Þetta erfitt ástand hérna og svo fyrir út í hártóna líka hversu háð 10.000 upp í 12.000 í einhverjum stærðfræðibókum 20%. Gerir ráð fyrir að það sé að vera að reikna inn sundkortið. Ég veit ekki hvort að óbreytt ástand á því eða hvernig það en það bara hártófun. Við erum bara að tala í þessu ástandi
að þá sérstakt að hækka jólagjöfina þetta mikið og við viljum alls ekki gera lítið úr starfsfólkinu og við viljum ekki heldur að gera lítið úr meirihlutanum þó að þið kjósið í ykkar bókun að gera lítið úr minnihlutanum. Það fullt af fólki sem hérna í bænum sem fær enga jólagjöf frá sínum vinnuveitenda, fær ekki einu sinni vinnuveitenda. Þannig að okkur þótti þetta ekki góð skilaboð og ég hefði kosið það, ef ég ætla að vera persónulegur, ég hefði kosið að við hefðum náð niðurstöðu í bæjarráði. Það var bara ekki í boði. Þannig að tala það að við séum eitthvað lýðskrum og séum að ná botninum í okkar pólitíska ferli en náttúrulega svakalega glataðar upphrópanir. Við erum bara að hugsa hérna ákveðið mál, við höfum skoðun á þessu máli, við leggjum það fram án þess að gera lítið úr ykkur. Þannig að bókunin okkar bara stendur, þetta okkar sjónarmið og það að þið skuli líta á það sem einhverja lítilmennsku að hafa skoðun í pólitík að ég verða bara slökkva núna. Ég loki máli mínu. Takk fyrir Baldur. Friðjón Einarsson. Friðjón, þú ert á mute. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar aðeins að koma inn í þessu umræðu hérna. Það kemur, eins og kemur frá í bókunni, þá erum við að undrað þessari aðferð sem minnihlutin beitir núna. Þetta í annað skipti, þetta ekki annað skipti, þriðja skipti núna á síðustu mánuði þessi menn kom upp með tillögur svona þvert á sem okkur ekki gefin eitt kosti til að ræða Ég hefði talið eðlilegt í þessu að oddviti Sjálfstæðisflokksins hefði haft samband við meirihlutann og óskað eftir umræðu hvort við getum gert þetta öðruvísi heldur en að gera þetta svona. Þetta hrein bókun sem farið fram með og mér hefur fundist það eðlilegt að þetta hefur verið rætt við okkur fyrir fundin og við hugsanlega fundið einhverja lausn. En ég vísa því nú alveg til föðurhúsanna, bæði það sem bæjarfulltrúi Baldur að segja eða bæjarfulltrúi Anna Sigríður, að þola ekki harða umræðu eða gagnrýni og þá bara hætt í bæjarstjórn. Ef þið þolið ekki harða gagnrýni í umræðum, það lítur þann út eins og því séu einhverjir píslávottar. Þá er ég bara hætt í bæjarstjórn. Það menn verða að standa á skoðunum sínum og þora að tala það. Og það ekki langt síðan að við samþykktum fyrir rúma ári síðan hækkun við sviðsstjóra, þar sem þið öll samþykktu hækkunina, komu svo 2 mánuðum síðan upp í bæjarstjórn og vildu draga hækkunina tilbaka. Það er svona vinnubröð það. Það er lýðskrum. Og ég fer ekki ofan á því að þessi leið ykkar að fara alltaf upp eftir á og fara svo í fílu og vera svo píslávottar. Það þið þolið ekki þessa gagnrýni, þá er bara að hafa það. Þá verður bara að finna eitthvað annað starf. Takk fyrir. Takk fyrir Friðjón. Margrét Þórarinsdóttir. Virðulega forseti og aðrir viðstaddir, já, ég hér bara gjörsamlega orðlaus yfir þessum orðum hjá meirihlutanum. Að kalla þetta vera lýðskrum og að við sem að ná botninum alveg náð, finnst mér bara algjörlega út úr korti. Ég veit ekki betur en að síðastliðinn laugardag sátum við hér öll saman á Zoom-fundi og vorum að ræða fjárhagsáætlun og hlusta á sviðin. Eins og allir vita að þá sveitarfélagið mjög illa statt. Það að segja það sem að koma og sviðin þurfa mikið fé og hvernig ætlum við að púsla þessari fjárhagsáætlun saman? Jú, þetta í fyrsta skipti sem minnihlutinn fær almennilega kynningu með meirihluta hvað varðar fjárhagsáætlun, sem bara ánægjulegt, en það kannski ástæða bak við það.
vegna þess að það gengur svo illa kominni saman. En ég veit ekki betur en ítrekað bentu þau okkur þá á það að brauðmolar yrðu að brauði. Við erum að tala 2 milljónir. Allir eru búin að vinna verkin sín mjög vel. Mikið álag hefur verið á öllu starfsfólki Reykjanesbæjar. En við megum ekki heldur gleyma því að atvinnuleysi er hæst á Suðurnesjum, 20,1%. Það fullt af fólki sem á ekki ofan í sig á, þarf að sækja til fjölskylduhjálpar, hjálparstarf kirkjunnar og fleiri góðgerðarsamtaka. Fá enga jólagjöf. Heldur það sé gaman að fara óska eftir því að eiga jólamatinn til hjá hjálparstofnunum. Þannig ég bara segi það, á meðan starfsfólk ríkisins, starfsfólk sveitarfélagsins hefur haldið sinni vinnu, þá finnst mér þetta bara tímaskekkja að þurfa að hækka þessa jólagjafir og ég er bara algjörlega ósammála ykkur að þetta sé lýðskrum, við erum bara að benda á hlutina, við höfum áhyggjur af íbúum sveitarfélagsins og óskum eftir því að þetta fé fari inn á velferðarsviðið, en það er mikil fjárþörf á velferðarsviði eins og er búið að koma fram. Og þið all í meiri hlutanum viti þetta. En já, ég er bara algjörlega orðlaus. Ég loki mínu máli. Takk fyrir. Takk fyrir það. Margrét Sanders, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það er svona nýyrði í íslensku máli sem að ég held að sé ekki meira en ár síðan að var farið að nota. Og það á bæði við karlmenn og kvenfólk, þrátt fyrir að það sé notað orðið frekikallinn. Og ég velti fyrir mér, af hverju gargar alltaf frekikallinn ef að við í minnihlutanum er ekki sammála. Mér langar aðeins að nefna það, að í bæjaráði, hann Baldur kom aðeins inn á það áðan og mér langar að ítreka það. Þá vorum við að malda í móinn varðandi þessa hækkun og hvort þetta væri nú skynsamlegt og svo framvegis. Þessu var bara ýtt út af borðinu og þið getur hlustað á, það er reyndar held ég ekki upptaka bæjaráði því miður, þannig að, en við ræddum það sérstaklega. Þessi jólagjöf er sannarlega góð og að fara að leika sér með prósentutölur. Þetta er fyrir þá sem eru að hlusta og horfa að þessi mismunur á 20% og 5% og þá taka menn af því að þetta er gjafabréf og svo er þetta sundkort. En gjafabréfið er eins og við tölum out of pocket money, það er það sem við leggjum fram sem kostnað og þess vegna erum við að tala 20%. Mér finnst algjörlega frábært og það getur vel verið að núverandi meirihluta og ég ætla bara að leyfa ykkur að eiga þá hugmynd en kannski varðað ykkur annar sem kom með þá hugmynd að jólagjöfin er gjafabréf sem nota skal í Reykjanesbæ. Það eflir fyrirtækin og þjónustaðila á svæðinu því að hægt er að nota gjafabréfin til þess. Að því leyti til hefði verið erfitt að hafna þessari hækkun að því leyti til að það eru þessi 20% sem fara þá og fara að vinna í sveitarfélaginu. Og það var dálítið það sem að vafðist fyrir okkur þegar við vorum að horfa til þessa, en þá vildum við áfram að þessi peningar myndu vinna í sveitarfélaginu sem þýðir að það yrði áfram verslað og einhverju myndu njóta og þess vegna komum við með þessa hugmynd velferðarsviðið. Enda erum við að tala 4 til 5 af hverjum, eða 1 af hverjum 4 til 5, séu án atvinnu og það er ekki gott ástand hjá Reykjanesbæ. Það sem að mér finnst aftur á móti mjög dapurt í þessari umræðu og komandi úr eins og margir halda, að þar sem ég er alin upp í pólitík og bara fæðist inn í pólitík, að ég sé búin að vera mikið í pólitík. Jú, ég hef tekið þátt í stjórnmálastarfi, en ég er ný í bæjarstjórn. Og eftir að hafa verið í 20 ár sem framkvæmdastjóri og verið mikið inni í atvinnulífinu og mikið með mörgum á fundum og annað, þá hef ég bara, verði ég að segja, bara aldrei lent í svona samræðum eins og er í bæjarstjórn. Hef ég verið til fyrirmyndar? Örugglega ekki. Þú dettur inn í einhverja menningu.
Þannig að þú þarft virkilega að minna þig á það hvern einasta dag að eiga alvöru samræður, hættar að ráðast á mannin og svo framvegis. Þessi tillaga er akkurat ekkert populísk. Þessi tillaga er einlæg og þessi tillaga er gerð til þess að þessi 20% hækkun, að hún nýtist þá samfélaginu og þeim sem minna mega sín. Þetta var nú ekki alvarlegra en þetta. En gátum við látið ykkur vita áður? Örugglega. Og ég nefndi það sérstaklega í innganginum. Og þess vegna kemur þetta kannski aftan að ykkur. En það þurfti að taka frekakallin á það og garga á móti og það þykir mér leitt. Gunnar Þórarinsson. Já, þetta er athyglisverð umræða. Það sem að vera að deila peningum út að mínu mati óskynsamlega. Það er auðvitað ljóst að það eru mjög margir í samfélaginu sem eru illa staddir og peningarnir væru auðvitað betur komnir hjá þeim sem eru í raun og veru ekki með neina peninga til þess að útdeila til sína nánustu í jólagjafir. Ég skil nú bara ekkert í því út af hverju munum æsa sér yfir þessu. Ég segi bara, þetta er aumt. Það þurfa að horfa upp á þetta og hlusta á þetta. Þetta er þetta næja. Takk fyrir Gunnar. Anna Sigríður. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, það er talað um að bæjarfulltrúar fari í fílu, þoli ekki gagnrýni og ég velti fyrir mér, hefðu starfsmenn Reykjanesbæjar farið kannski í fílu núna af því að jólagjöfin hækkaði ekki? Ég hef enga trú á því. Enga. Ég er ekki viss að nokkur starfsmaður búist við að fá stærri jólagjöf í ár heldur en í fyrra. Og þegar reynsluboltar úr meirihlutanum í stjórnmálum hér reyna að benda á það að aðrir sem eru nýir í stjórnmálum hér í Reykjanesbæ þoli ekki gagnrýni, þá verða þeir kannski líka að hugsa, hvað þola þeir? Hvað þola þeir í stjórnmálum? Þeir þola ekki að Reykjanesbær sé borin saman með önnur sveitarfélög. Þá koma þeir strax upp í fílu, benda á annað og þegar þeir benda hér á að minnihlutinn eða þessi minnihlutinn þoli ekki gagnrýni, þá þurfa þeir aðeins líka að hugsa sig í gang. Því að þeir sem eru nýir í stjórnmálum, þeir læra af reynsluboltunum og ég er ein af þeim sem er einmitt að læra af reynsluboltunum sem eru búin að vera lengi í bæjarstjórn Reykjanesbæ og við skulum bara taka það til athugunar. Takk. Takk fyrir það. Jóhann Friðrik, við beðum orðið. Já, þakka þér fyrir forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú að segja það, mér finnst þessi umræða reyndar fara víða völl. Þeir eru bæjarfulltrúar farnir að tala um það að þeir megi bera saman sveitarfélög. Ég bara skil ekki hvaðan sú umræða kemur. Allavega frá mínum bæjardyrum séð bara öllum velkomið að bera saman sveitarfélög. Hér er til umræðu upphlaup minnihlutans sem snýst það að geti ekki tekið umræðin í bæjarráði og komið með svona bókun vegna þess að þetta var náttúrulega bókun og tillaga sem að gera það verkum að þau þurfti að fresta hér fundi og bregðast við henni. Mér fannst og verð að segja, ég hefði aldrei farið svona að. Og það þýðir ekki að ég sé að fara í manninn, alls ekki. Tillagan kemur frá minnihlutunum og ég er auðvitað bara að ræða tillöguna og aftur þá samþykkt sem að liggur fyrir hér frá meirihlutanum. Og mér finnst vera að mörgu leyti kannski standa hér upp úr að bera, eða tengja saman annars vegar lítilsháttar hækkun á jólagjöfum og síðan hins vegar stöðuna í velferðarmálum í sveitarfélaginu. Það finnst mér sérstakt að setja fram í bókun.
og mér finnst það vera, eins og ég tók fram, lágkúrulegt. Ef að menn virkilega vildu nú bæta við í þann málaflokk, hefði þá ekki verið eðlilegra að koma bara með slíka tillögu, óháð því hvað fólki kann að finnast 5% hækkun á jólagjöfum. Það einmitt þetta sem ég að tala um. Mér finnst þetta vera ótengt mál og sérstök ákvörðun að gera betur við þann málaflokk, sem ég heils hugar styð. Mér finnst þetta bara vera 2 mál og ég hef aldrei tengt þau saman. Og það kann að vera, einhverjum finnst það að ég sé að fara í mannin, en ég hef ekki nefnt neitt einasta bæjarfulltrúa minnihlutans hér á nafn, né ætla þeim neitt annað, heldur en að það hefði þá bara verið góður hugur á bak við þetta. En mér finnst aðferðafræðin sérstök, sérstaklega í ljósi stöðunnar í samfélaginu og að mínu áliti ekki verulega hækkun að ræða. Eðlilega eru jólagjafir til starfsfólks, til þess að gleðja starfsfólk, það vitum við. Og við þurfum ekkert að hafa langt mál stöðuna í samfélaginu og einhverjur ekki með vinnu, svo sannarlega. Og bara eins og staðan núna, ansi margir og sjaldan verið ef einhver tíma fleiri. Þýðir það að við ekki að hækka jólagjöfum 5%? Svo sannarlega ekki að mínu áliti. Það má vel vera margir eða aðrir hér í bæjarstjórn séu á annarri skoðun. Það sem aftur á móti verður að segjast að aðferðafræðin að mínu áliti populísk. Það hefði verið hægt að hafa samband við meirihlutann, það hefði verið hægt að koma með slíka tillögu inn í bæjarráð, það hefði verið tilvalið að ræða þessa nálgun í bæjarráði sem ekki var gert. Hún kom aldrei til umræðu í bæjarráði mér að vitandi. Að tengja saman jólagjafir til starfsmanna sveitarfélagsins og síðan stöðuna í velferðarmálum hjá sveitarfélaginu. Ég var aldrei var við þá umræðu og hefði glaður viljað taka þá umræðu og hefði þar að leiðandi bent minnihlutanum á það að það væri skynsamleg nálgun að tengja þessi 2 mál ekki saman. Og þess vegna tala ég það að mér finnst það lágkúrulegt að vera því. Þess að neyðin svo sannarlega til staðar og ég ekkert ekki að lítið úr því. En mér myndi aldrei detta í hug, núna, hvorki fyrr né síðar, að fara að tengja bara einhver mál við þá neyð. Ég vil svo sannarlega gera vel í velferðarmálum í sveitarfélaginu og við höfum verið að reyna að vinna því og við höfum bætt í þann ramma og svo sannarlega munum við þurfa að sinna þeim málaflokki mjög vel á næstu misserum og örugglega árum með við stöðun í samfélaginu. En það einmitt þetta upphlaup sem að kallar á að fólk fari víðan völl. Mér finnst það ástæðulaust og ég skil það að fólk reiðist þegar kemur fram slík bókun. En hún sprottin af því að hér kemur minnihlutinn með bókun algjörlega óundirbúið. Við í meirihlutanum höfum ekkert hann að segja, henni kastað hér fram og það lagt til að við tökum þessa hækkun og við færum henni einhvern veginn yfir í málaflokk velferðarmála, sem allt annar málaflokkur á hálfu sveitarfélagsins. Og ég bara býst við því að bæjarfulltrúar, hvort sem þeir eru reyndar í minnihluta eða meirihluta, komi með mjög vel íkunnundar tillögur færslu á milli málaflokka núna á komandi vikum, þar sem við erum að reyna að ná saman fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. En mér finnst tilefni til bókunar eins og meirihlutin hefur sett fram einmitt út af þessu. Það hefur ekkert með persónur eða leikendur eða hversu lengi fólk hefur verið í pólitík. Ég búinn að vera nákvæmlega jafn lengi í bæjarstjórn og bæjarfulltrúi Anna Sigríður Jóhannesdóttir sem dæmi. Mér finnst það bara að vera algjört aukaatriði hversu lengi fólk búið að sitja í bæjarstjórn. Mér finnst þetta umræða sem ég hefði viljað taka einhvers staðar annars staðar. Mér finnst afskaplega sérstakt að vera í þeim sporum sem bæjarfulltrúi að vera að ræða sérstaklega á bæjarstjórnarfundi til að mynda bara þetta mál. Mér hefði viljað gera það öðruvísi. Það bara í einlægni sagt. Og auðvitað kemur meirihlutin til með að hrósa sínu starfsfólki og þetta ekki starfsfólk okkar, þetta starfsfólk bæjarbúa. Og auðvitað komum við inn á það hversu íþyngjandi og erfitt þetta COVID-ástand hefur verið fyrir starfsmennina. Enda eru jólagjafirnar til þeirra. Jólagjafirnar eru til þeirra.
Og þegar ég fæ jólagjöf frá einhverjum, þá það vegna þess að ég vil finna að viðkomandi hlýtti mín. Það þarf kannski ekki að vera rosalega mikið og í þessu tilviki finnst mér það ekkert mjög mikið. En þetta það sem við getum gert. Mér finnst þetta ekki há upphæð sem verið að leggja þarna fram og að tala það að sundkort sé einhvers konar bara einhver jólagjöf sem ekki þarf að greiða fyrir. Það auðvitað nær engri átt, enda náttúrulega bara þarf auðvitað þjónusta það fólk sem fer í sund og þeir sem að kaupa sér sundkort og fá það ekki gefins frá bænum þurfa að sjálfsögðu að greiða fyrir það. Þannig að eðlilega þetta 5% hækkun á þessari jólagjöf. En það bara svo sérstakt, oft á tíðum í bæjarstjórn, að maður veit aldrei hvert umræðan fer. Og þessum bæjarstjórnarfundi held ég 3 mál á dagskrá. Og hér við búin að ræða jólagjöf starfsmanna núna örugglega í klukkutíma. Og það kannski bara vel, það svo sem ekkert að því að gera það. Við þurfum að úttala okkur þessi mál. En það að fara fram með svona upphlaupi, algjörlega óþörfu. Algjörlega óþörfu. Það var ekkert tilefni til þess að mín áliti, finnst mér svaravert og því hefur verið svarað og ég bara kalla eftir því að það eins og ég hef gert ítrekkað og bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir minntist á þegar vorum að fara hér yfir fjárhagsáætlun síðasta laugardag, kalla eftir meira samstarfi og það má vel vera að séu viðkvæm fyrir svona upphlaupi og það þá bara rétt. Ég skal alveg taka það til mín. Ég viðkvæmur fyrir svona upphlaupi. Ég viðkvæmur fyrir svona óvæntum upphlaupum í bæjarstjórn, algjörlega tilefnislausu að mín áliti. Og það svaravert og því hefur verið svarað og ég vildi óska þess að við myndum með lyfta okkur aðeins upp, hætta að hafa áhyggjur af því hvort það sé verið að fara einhvern mann. Það hef ég að minnsta kosti ekki gert sem bæjarfulltrúi og ætla mér vonandi aldrei að gera. Hætta að velta fyrir okkur hversu lengi einhverjir eru búin að vera í bæjarstjórn með algjört aukaatriði. Það kemur fram hérna tillaga frá minnihlutanum sem að mér fannst algjörlega með ólíkindum. Ónauðsynlega öllu leyti og núna að heldtaka hér bæjarstjórnarfund yfir máli sem að mér finnst í eðli sínu ekki mjög flókið og ekki mikil tilefni til þess að vera með slíkt upphlaup. 5% hækkun á jólagjöfum starfsmanna sveitarfélagsins. Takk fyrir þetta, Jóhann Friðrik. Baldur Guðmundsson. Já, takk fyrir forseti, góðir bæjarfulltrúar. Óþarfi, ekki óþarfi, að hætta í þessu og allt það. Þetta náttúrulega komið mikil dramatík í spilin. Það kom fram og við Margrét erum bæði búin að segja það að það var opnað fyrir umræðu þetta mál á bæjarráði og ég hefði sannarlega líka kosið það og það hefði verið afgreitt á þeim fundi. Það var einmitt líka á þeim nótum að það væru fleiri þurfandi og vissulega starfsfólki gott og þessi jólagjöf, sundkort og 10.000 krónur fínt. Algjör óþarf að hækka, kannski enginn að biðja það vegna þess að það fullt af fólki sem að þurfandi, sérstaklega á þessum tíma. Þannig að þetta væri pínu taktlaust. Þetta kom allt fram á bæjarráðsfundinum. Þannig að umræðan, hún var opnuð, en hann var lokað af meirihlutanum. Það hefur ekki verið kannski venja að fara djúpt í þær umræður í bæjarstjórnarfundi þar sem að fer fram í bæjarráði, þannig að ég ætla ekki að gera það, en það verður bara að upplýsa það að þetta var rætt á fundinum og við sendum ákveðin skilaboð á fundinum, á bæjarráðsfundinum, að við styðjum þetta ekki. Svo komum við að því að okkur uppálagt í þessari vinnu, fjárhagsáætlanagerð. Ef að við viljum spara, færa til fé, þá eigum við að koma með tillögur.
þarna erum við með tillögu að færa til fé. Ef það til peningur þarna í jólagjafi starfsmanna, þá erum við að leggja til að það verði flutt til inn á annan lykil. Við erum að leggja þetta til. Hvort við hefðum átt að gera það fyrir fundinn og var ykkur við, já, það alveg sjónarmið út af fyrir sig. En þið eru alveg búin að lýsa því yfir, meirihlutinn er búin að lýsa því yfir að ykkur finnist þetta alveg ömurleg bókun frá okkur. Allt í lagi, við þolum það alveg. En maður verður að koma inn á það þegar það er sagt við okkur að við þolum ekki neikvæða umræðu. Við fáum bókun í hausinn við þessa svona tiltölulega kurteislegu bókun frá okkur. Og sú bókun er ekkert kurteis. Hún er að leggja okkur það að við séum bara að gera þetta í anda lýðskrums sem að vekja okkur athygli og séum að vaða hérna botninn í pólitíkinni. Það er kannski ekkert verið að nafngreina menn, en það er verið að tala að þeir sem að leggja fram þessa bókun séu á þessari vegferð. Þannig að það er spurning hver er viðkvæmur og neikvæður. Ég er algjörlega sammála því. Mér þykir alveg hundleiðilegt að hafa farið þessa leið. En við erum hérna í minnihlutanum, við höfum algjörlega fulla heimild á því að leggja fram okkar skoðanir. Þar fengu ekki svigrúm í bæjarráði. Það verður að segjast eins og er. Við bara vorum að ræða þetta í gær, hvernig við myndum vilja skoða þetta og þessi hugmynd fæddist. Ok, færum þá til þennan pening, eða til peningur, aukar peningur í þessa jólagjafi, færum það milli lykla. Við erum að gera það sem að búið að vera að garga á okkur. Að þið verðið að gera, ef við erum eitthvað tillögur, þá verður fjármagnar og sýna fram á þetta. Svo þegar við gerum það, þá eru hús gömul fyrir það líka. Þannig að ég er alveg svona á báðum áttum, hvoru megin er upphlaupið? Já, það er fjallað hversu mikil hækkunin er og það var sagt nógu oft til að merja það inn, að segja að þetta hafi verið 5% hækkun. Þetta myndi mig dálítið á Trump þegar hann sagði alltaf Hillary is a crook. Þá segir þetta nógu oft, þá fyrir fólk að trúa því. Við erum að tala útlaga kostnað. Þannig sáum við þetta. Við vissum ekki hvað sundkortið kostar, við höfum ekkert að velta okkur upp úr því. Það fer ekki út af neinu lykli, sundkortið. Það er engin útgjöld af lykli fyrir hvert sundkort til starfsmanna. Þannig að það er ekki, það er erfiðara að meta það virði. 10 skallin er bara alveg klár. 12.000 er alveg klár upphæð. Þegar við reiknum þessa tölu saman, þá fáum við 20% hækkun. Þannig að við trúum því ennþá. Þó að Jóhann Friðriks sé búinn að segja 5% hækkun í nokkuð skipti, þá trúum við að þetta sé 20% hækkun. Ég er nokkuð viss um það. Ég er kennari í verslunarreikningi og þessi nákvæmlega reikningur er 20%.
Ég ætla ekki að segja þetta mikið oftar en þetta allavega vona skilaboðin hafa komist áleiðis. Takk fyrir þetta Valdur, Guðni, Birna, gjörðu svo vel. Já, takk herra forseti og kæri bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að koma inn á þessa umræðu sem er mjög áhugaverð. Ég held aðalatriðið í þessu máli að það sé verið að vinslast tvo hluti sama, það að segja jólagjafir til starfsmanna við hækkun og ramma á velferðarsviði sem nú þegar, eins og við gerum ráð fyrir ef við aukum það ekki ennþá frekar að verður 18% hækkun milli ára. Við höfum lagt gríðarlega vinnu í að fara yfir velferðarmálin og kortleggja þörfina sem kemur inn hjá okkur næsta ári. Bæði varðandi hækkun og fjárhagsaðstoð, fjölgun og fjárhagsaðstoð, börn í þörf, við höfum talað við kirkjuna, við erum með alla klær úti þar að taka á móti því og alveg góð hugmynd að taka eitthvað pening sem finnst á hækkun í velferðarmálin en við erum að gera mjög vel í þeim málaflokki nú þegar. Það sem ég hef áhyggjur af að þessi hækkun til jólagjafa til starfsmanna, að starfsmenn sem að heyra þetta og sjá þetta upplifi það að þeir eru að taka út af velferðarmálum til þess að fá hækkun á jólagjafi sem að ég fæ í brjóstið ef að þau upplifa það þannig, sem náttúrulega hræðilegt. Starfsmennirnir okkar eru 1000 talsins, þetta fullt af starfsfólki, þetta framlínu starfsfólki búið að standa sig mjög vel eins og bara margir í þjóðfélaginu okkar og samfélaginu. Mér finnst þetta ekki óeðlileg hækkun og mér finnst í takt við álagsmælingar og annað sem við erum að sjá á starfsfólkinu okkar að það sé eðlilegt að við bætum í jólagjafirnar. Því að ég man að þegar ég byrjaði í pólitík þá þurftum við að hvort að við hættum í jólagjafir út af því að við höfum ekki efni á þeim og það var hrikalega ákvörðun að taka. Og þetta ekki mikið en þetta þakklætisvottur. Þannig að við erum að sinna velferðarmálunum vel og ég skil það alveg að þetta ákveðin heildarupphæð sem stór en starfsfólki okkar mér finnst þau eiga að skilja og ég stend fyllilega á bak við það að standa við þessa upphæð og við munum að sjálfsögðu styrkja velferðarmálun okkar mjög vel engu að síður og þetta bara ekki sambærilegt á þessum punkti, né nokkrum. Takk. Takk fyrir þetta. Bæjarstjóri Kjartan Már, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta mjög áhugaverð umræða. Það var fínt að ræða málin. Árskort í Sund kostar 28.000 krónur rúmar, samkvæmt gjaldskrá Reykjanesbæjar á heimasíðu sveitarfélagsins. Og starfsmönnum gefinn kostur á því að nýta slíkt kort. Það eru alls ekki allir sem gera það. Ég því miður ekki með hlutfallið, en ég að kalla eftir því núna, en ég hef ekki fengið svar. En það við skulum, ég myndi, mér minnir að ég hafi heyrt rétt innan við helmingu starfsmanna sem notar áskortið einu sinni eða oftar. Og við erum að millifæra við forstöðumaður sundlauga eða íþróttamannvirkja, hann gerir þetta upp einu sinni á ári og telur þá skiptin, ekki kortin, heldur skiptin sem að notað hafa verið og við millifærum svo úr einum vasa bæjarsjóðs yfir til sundmiðstöðvarina. Þannig að sundmiðstöðin að fá tekjur inn á sín reikning og þá bæjarsjóður úr öðrum vasanum að greiða. Það alveg rétt, þetta ekki bein útgjöld úr heildarkerfinu en það eru millifærslur sem þarna eiga sér stað og ég skal upplýsa ykkur þegar ég komið með nákvæmar tölur og nákvæmt hlutfall hverjar þessar upphæðir og hverjar þessar tölur eru þannig að þið hafið það bara alveg kristaltært. Takk fyrir það. Þá, ég ætla nú kannski ágætu bæjarfulltrúar aðeins að fá að tjá mig þetta. Umræðan hefur svo sem farið víðan völl og ýmislegt tínt til við þessar aðstæður en
Mér verð nú að segja það, mér finnst þetta nú bara að vera óþarfa viðkvæmni. Við verðum að þola það öll að við sé brugðist ef við gerum eitthvað, þannig það bara í lífinu. Ég hef nú bæði setið í bæjarstjórn í minnihluta og meirihluta og á lengri feril sem minnihluta bæjarfulltrúi, þannig ég þekki það svo sem að vera í minnihluta og ég veit alveg hvernig það hefur engin breyting orðið í sjálfu sér á því að núverandi meirihluti sé að fara ver með þennan minnihluti í dag, nema síður sé. Af því að hér hefur nú verið bent á samráð og samráðsleysi, þá hafði ég aldrei í minnihluta tekið þátt í undirbúningi af fjárhagsáætlunum fyrir núna og fyrir að ég kom í meirihluta. Við höfum nú verið svo sem að bæta verklagið og ég frábið mér þessari umræðum að við séum að kalla þennan minnihluta til að því að við getum ekki landað þessari fjárhagsáætlun. Ég þarf enga aðstoð frá minnihlutunum til þess að gera það. Þó ég myndi gjarnan vilja að við myndum sameinast fjárhagsáætlunina. Þá það bara besta mál. En við erum svo sem búin að breyta framlögðum römmum og búin að bæta þar í $0,5 milljarði og ég veit ekki annað en að við höfum bara samþykkta öll sömul inn í bæjarráðinu, þar sem við meðal annars lögðum til auka 300 milljónir inn á velferðarsviði. Þannig að það nú heldur betur búið að bæta við inn á velferðarsviði. Og ég alveg til í það ef að fólk kýs að skoða það að bæta 2 til 3 milljónum inn á þetta velferðarsvið til að styðja þá sem að þurfa á því að halda fyrir jólin. Það mun ekki standa mér í að styðja við það, en að ég blandi því við jólagjafir starfsmanna algjörlega ótækt að mínu viti. Ég mun ekki blanda því saman og til óráð að gera það, en ég tilbúin til þess ef að fólk telur að það eigi að gera það, að veita einhverju fjármunum til að styðja við bakið af fólki sem á erfiðleikum fyrir jólin, þá ég tilbúin í það. Það ekki eins og að þessi minnihluti sé reynslulaust þrátt fyrir að nokkrir séu nú komnir í bæjarstjórn í fyrsta skipti núna. Við erum með fólk í minnihluta sem hefur setið meira en 200 fundi í bæjarstjórn. Þannig að þetta nú svo sem reynslu miklu bæjarfulltrúar og reynslu litlir beggja vegna. Þannig að ég ætla að vona að þið taki ekki upp alla ósiðin okkar í meirihlutunum en læri þá siðin af reynsluboltanum í minnihlutunum. En við erum nú svo sem bara að reyna að vanda okkur og ég þoli það alveg að þessi mig bókað. Og ég ætla ekki að fara að væli við því, ég þoli það bara. Ég með það harðan skráp og búin að læra það. Ég ekki alltaf samstíga öllum í þessu lífi og við erum heldur ekki samstíga inn í þessari bæjarstjórn alltaf. Við erum heldur ekkert alltaf á sama málinn í meirihlutunum og þurfum að tala okkur til niðurstöðu og jafnvel að greiða atkvæði. Þannig að stundum það bara þannig og þegar maður leggur eitthvað fram þá maður að gera ráð fyrir að við því sé brugðist. Stundum maður ekki ánægður með viðbrögðin en það verður bara svo að vera. Það búið að leggja hér fram bókun sem eins og bæjarfulltrúi Jóhann Friðrik nefndi að hún hafði áhrif kom tilfinningaróti á fólk og við því bara brugðist með annarri bókun. En svona bara afgreiðslan í bæjarráði og bæjarstjórn, við erum ekki alltaf sammála og þá þarf bara að greiða atkvæði hlutina. Það komin niðurstaða til að var felld og þá bara að skoða framhaldið, hvað við gerum svo í bæjarráðinu framhaldinu, hvort sem við ætlum að leggja fram tillögu einhvern auka styrk inn í velferðarsviðið núna fyrir jólin, það getum við skoðað í framhaldinu. En ég ætla ekki að tjá mig meira, einhver sem vill að lokum. Jóhann Friðrik, þú nú að verða búin að tjá þig ansi oft, en ég ætla ekki að hleypa þér hérna inn, en svo held ég að fara að stoppa þessu umræðu. Þakka þér fyrir forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég skal vera mjög stuttur. Mér finnst þetta áhugaverð tillaga sem kemur hérna fram hjá þér forseti. Og ég verð að segja það að á þessum síðustu vestu tímum þá finnst mér alveg ástæðu til þess að skoða þessi mál sérstaklega
en þau munu ekki koma blönduð saman í einhverjum kokteil við önnur mál. Þetta koma bara sem sérmál og þess vegna verð ég að hrósa þér fyrir þessa hugmynd og má vel vera að bæjarstjórn geti sameinast slíkt fyrir jól. Takk. Takk fyrir. Margrét Sanders. Friðjón var reyndar á undan. Já, Friðjón, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar nú bara aðeins að ræða nokkur önnur mál undir þessum lið. Sérstaklega langar mig að fyrsta mál á bæjarráðsfundinum 15. nóvember en þar var rætt í bæjarráði umsóknir Reykjanesbæjar NPA-samninga því miður hefur gengið illa að fá svör frá ríkinu varðandi þessa samninga og við höfum ekki fengið neina niðurstöður úr því ennþá og það mjög leitt og þó svo að við séum fyrir sjálf að greiða fé til þessa aðila þá söknum við þess að ríkið skuli ekki hafa sett meiri pening í þessa samningagerð og svo virðist vera að fyrstur kemur fyrstur fær í þeirri meðferð. Það er líka ansi merkileg þar sem kemur fram að viðskipti með hluti í H.U. Sveitum en þar hefur Hafnarfjarðarbær selt sinn hlut, 15% hlut í félaginu sem gerir það að verkum að nú eru 2 aðilar sem eiga H.U. Sveitur og 2 mjög stóri hlutir sem gerir það að verkum að bæjarfulltrúar Reykjanesbæjar ættu að skoða sín mál alvarlega til framtíðar með þetta fyrirtæki, hvernig við getum gætt okkar hagsmuna og staðið sem ein heild í því. Síðan það 3. liður, Brunavarna Suðurnesja. Þetta er stórmerkilegt plagg sem hér er lagt fram og var samþykkt í bæjarráði að það er brunavarnaáætlun fyrir Brunavarna Suðurnesja næstu 5 árin. Þetta er stórt mál og stefnumótun fyrir sveitarfélögin á Suðurnesjum, eða það er þau sveitarfélög sem eru í Brunavarna Suðurnesja. En það er í lögum að á hverju starfsvæði slökkviliðs skal liggja fyrir brunavarnaáætlun. Og við höfum fengið mikið hrós fyrir þessa áætlun undanfarin ár og höfum fengið þá niðurstöðu að topp einhver fyrir hana og það er mjög jákvætt og mikið hrós til starfsmanna Brunavarna Suðurnesja hvernig þeir hafa unnið að þessum verkefnum undanfarin ár. Enda er þessi brunavarnaáætlun ekki síst nokkurs konar stefnumótun hvernig best er að koma í veg fyrir bruna og auka eldvarnaeftirlit og vera síðan tilbúin ef annað gerist. Nú ég vil kannski líka nefna í lokin að mér þykir þessi umræða kannski aðeins farið of hátt hjá okkur og vona við komum öll ósköddu frá því. Það er engin persónuleg meining í þessu þó svo að tilfinningar rjúki stundum til og frá. Ég vil þakka ykkur. Takk fyrir. Takk fyrir. Margrét, gerðu svo vel. Margrét Sanders. Já, forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég vil þakka forseta fyrir að gefa mér orðið af því að ég veit að þetta er í 3. skipti sem ég tek til máls undir þessum lið. Mér langar að nefna þetta og ítreka það sem ég sagði áðan af því að ég ætlaði ekki, af því að mér finnst þetta orðin ágætt umræða og mér finnst hvenær er nóg, en þegar að 3 aðilar hafa verið að tala að vera að rugla saman ólíkum hlutum varðandi það að lækka jólagjöfuna og færa það yfir á velferðarsviðið, þá útskýrði ég það áðan að þessi 20% hækkun að hún er að skila sér til sveitarfélagsins í formi þjónustu og kaupa. Þetta eru peningar sem vinna í sveitarfélaginu fyrir fyrirtæki og þjónustuaðila og ef við hefðum eingöngu sagt bara að þetta er að lækka að þá hefði þessu peningar ekki unnið í sveitarfélaginu. Þannig að þetta er ekki síður það, þannig að þetta eru skyld atriði.
Aðeins varðandi, af því að bæjarfulltrúi Friðjón nefndi einmitt tilkynningu viðskipti með hluti í Háisveitum sem var fjallað á fundi bæjarráðs, eða 1293. fundi bæjarráðs, að þá hefur þetta verið mjög umdeilt og mikið rætt og ritað varðandi sölu á Háisveitum. Bærinn í sjálfu sér ásamt öðrum aðila, eignaðsfélagi, með heimild til forkaupsréttar og svo kölluðu Magma-bréfin, þar sem komu gríðarlegir fjármunir inn, það væri hægt að nýta þá peninga til þess að kaupa þá tilbaka það sem að bærinn seldi. Og það auðvitað einhver hugmynd ef að mönnum finnst ekki nóg að eiga meirihluta í Háisveitum. En við erum eina sveitarfélagið, og ég vil ítreka það, eina sveitarfélagið sem að á þá ennþá hlut í Háisveitum. Reyndar Sandgerði eða Suðurnesjabær þá núna örlítið brot, en við erum þarna inni og með þessari breytingu á eignarhaldi þá ekki möguleiki samkvæmt lögum á að selja neitt meira í Háisveitum. Og fyrir mitt leyti þá fagna ég því og að Reykjanesbær meirihlutaeigandi og ég samþykkti það að fresta þessu erindi meira vegna þess að það komu góð rök frá meirihluta þar sem að menn voru að tala að það þarf auðvitað að fara yfir hluthafasamkomul og annað. En við erum meirihlutaeigandi og Reykjanesbær stendur í lappirnar og á meirihluta sem sagt í Háisveitum, þannig að það sé ítrekað hér. Takk fyrir það. Friðjón Einarsson, varstu að biðja orðið aftur eða? Nei? Jú, bara stutt. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég vildi bara nefna hérna, tek undir þetta sem bæjarfulltrúi Margrét Sanders var að segja. Við munum finna einhverja lausnir í þessu og skoða þetta vel. En aðeins varðandi Magma-bréf og þá peningar sem komu inn af því að við sömdum þá burt til niðurgreiðslu skulda samkvæmt samningu við kröfuhafa á sínum tíma. Þannig að það fé þegar farið. Ég vildi bara nefna það hérna. En ég tek undir orð Margrétar, bæjarfulltrúi Margrétar í þessu máli. Takk fyrir. Takk fyrir, Friðjón. Þá held ég við séum komin á leiðarenda í þessari umræðu og þá vill forseti fá að bera þriðja málið fyrir fundargerðinni upp til sérstakrar afgreiðslu sem brunavarnaráætlun Brunavarna Suðurnesja. Þeir sem samþykkt geta áætlunar beðin að gefa merki. Ég kominn með 9 atkvæði. Þetta komið? Já. Herðu, takk fyrir þetta. Hún samþykkt með öllu greiddum atkvæðum, samhljóða, og þá það fundargerðin að öðru leyti. Þeir sem samþykkt geta fundargerðinar eru beðin að gefa merki. Og hún samþykkt samþykkaða. Þá það fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 6. nóvember og þar eru venju samkvæmt einhver mál sem þarf að afgreiða sérstaklega og í þessari fundargerð eru 7. mál og 9. mál til sérstakrar afgreiðslu. Annars vegar Bryndalur 7 sem lóðastækkun og Dalsbraut 32 til 36 sem varðar bílastæði. Og ég vil einnig áður en að gera það tillögu minni að 7. máli sem breyting á deiliskipulagi verði vísað aftur til ráðsins til frekari skoðunar. En ég ætla að gefa þá orðið laust
Lið númer 6, orðið laust. Það er enginn sem að óskar eftir að taka til máls undir lið númer 6. Þeir sem samþykkt geta lið númer 6 eru beðnir að gefa merki. Og hann er samþykktur, samhljóða. Þá er það liðið númer 8, orðið laust liðið númer 9, þeir sem samþykkt geta lið númer 9 eru beðnir að gefa merki. Liður númer 9, Anna Sigríður, ertu að óska eftir að fá að taka til máls? Er búið að taka allar hendur niður eftir Já. Friðjón, ertu búin að taka liðið númer 9? Er einhver sem ætlar að taka til máls undir þeim lið? Nei, takk. Nei, takk, ok. Þá er það til að mínum að liðið númer 7 veri vísað aftur til ráðsins til frekari skoðunar. Þeir sem samþykkt geta þann lið eru beðnir að gefa merki. Hann er samþykktur 11-0 og þá er það fundargerðin að öðru leyti, orðið laust fundargerðina. Það er ekki sem kveður sér ljós fundargerðin að öðru leyti. Þeir sem samþykkt geta fundargerðin að öðru leyti eru beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt 11-0. Og þá er það ágætu bæjarfulltrúar þriðji og síðasti liðurinn á dagskránni sem er fundargerð lýðheilsuráðs frá 13. nóvember. Orðið er laust. Nú eru einhverjar hendur á lofti. Margrét Sandis. Nei, ég er bara með og lengi afsakað. Anna Sigríður Jóhannesdóttir, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestur, kemur undir fundargerð lýðheilsuráðs, máli 2, þar sem að samráðshópur heilsueflandi samfélag á Suðurnesjum fékk úthlutaðan styrk og mun opna sameiginlegan frístundavef á næstunni. Ég fagna þessu verkefni og þetta verður mjög gott fyrir foreldra og börn að geta fundið allt sem snýr að íþróttum og tómstundum á einum vef. Einnig langar mig að nefna aðeins varðandi mál númer 4 sem er Framfaravogin, en Reykjanesbær ásamt Kópavogi og sveitarfélaginu Árborg hafa tekið þátt í Framfaravoginni og það er kynningafundur á nýjum niðurstöðum núna 25. nóvember og mig langar að nefna að lýðheilsuráð mun sitja þá kynningu líklega, fulltrúar, og mig langar bara að nefna að það er mikilvægt að aðrir úr öðrum ráðum geri það einnig, því að í Framfaravoginni þá er verið að skoða marga þætti sem snúa að fræðslumálum og marga þætti sem snúa að umhverfismálum, fleira og fleira. Og mig langar bara rétt að nefna hérna markmið Framfaravogunar. Markmið Framfaravogunar er að draga fram stöðu félagslega framfara í samfélaginu og leið og sýna hvar og hvað má betur fara. Framfaravogin er stjórntæki eða eins konar vegvísir sem hjálpar sveitarfélögum að byggja upp umhverfi og innviði sem stuðla að félagslegu öryggi, heilbrigðum lífsháttum og samfélagslegri þátttöku allra íbúa. Ég vil bara minna á að það er mikilvægt að þegar við erum að taka þátt í svona stóri skoðanakönnun að við séum að nýta niðurstöðnar. Það er engin tilgangur að taka þátt í svona verkefni sem kostar peninga ár eftir ár ef við ætlum ekki að nýta niðurstöðnar. Það var svona mitt innlegg inn í fundargerðina og á fundinum og ég hlakka til að heyra nýjustu niðurstöður eftir nokkra daga. Takk fyrir.
Takk fyrir bæjarstjóri, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, ég vil nú þakka Önnu Sigríði fyrir að nefna framfara á vegna og koma hérna inn á, en hana, þessi kynning er ætluð á miðvikudaginn, kemur í hádeginu og þið ættuð öll að vera búin að fá fundarboð á hana. Hún verður náttúrulega eins og allir aðri fundir núna á Teams eða fjarfundur og við munum síðan ræða þetta sem sagt í annað sinn sem að við tökum stöðun á þessu og það er enn verið að þróa mælikvarðana sem að við erum að leita eftir og fáum ekki allar þær upplýsingar sem að við hefðum viljað fá. Við erum að búa til mælikvarða og erum enn að opna fyrir þann möguleika að hefja mælingar á ákveðnum atriðum. Þannig að þetta er enn mjög mikið þróunarverkefni og á eftir að þróast mikið ennþá. En áhugavert og ég hlakka til að ég er aðeins búinn að fá að kíkja inn í niðurstöðurnar og þetta er sem sagt fyrir árið 2019 og við erum að standa okkur betur á sumum sviðum en við gerðum úr mælingunum sem sýndu árið 2018. Við erum að standa okkur síður í sumum þáttum af svona því sem ég hef séð og svo eru nýjir þættir þarna inn og aðrir dottnir út eftir því sem mælikvarðarnir hafa þróast. En ég hvet bæjarfulltrúa til þess að sækja þennan fund og ég hef hvatt framkvæmdastjórn Reykjanesbæjar til að gera það líka og væntanlega munu þeir áhugasömustu nefndum og ráðum gera það einnig. En síðan þurfum við einmitt að taka umræðina hvort að við viljum halda þátttöku í þessu verkefni áfram og ekki síður það sem Anna Sigríður var að tala hvernig getum við nýtt okkur þessar niðurstöður til þess að gera betur í dag en í gær. Þannig að bara minna ykkur á þetta í hádeginu og miðvikudaginn eftir viku. Takk fyrir bæjarstjóri. Það hafi ekki fleiri kvassi ljós þessa fundargerð. Þeir sem samþykkt geta fundargerð lýðheilsuráðs frá 13. nóvember er beðin að gefa merki. Hún er samþykkt 11:0 og þá ágætu bæjarfulltrúar, þá er dagskrá tæmd og skrifarar munu nú hefjast handa við að yfirfara fundargerð sem síðan verður samþykkt eins og oft áður með rafrænum hætti. Og því segi ég 599. fundi bæjarstjórnar hér með slitið.